Komið þið sæl. Í kvöld gestur okkar Óskar Guðnason. Óskar Bahai-trúar og hann hefur víða farið. Hann nýkominn heim frá starfi við heimsmiðstöð Bahai-trúarinnar í Haifa í Ísrael. Hann sótti einnig vígslu fyrsta Bahai-musterisins á Indlandi og hann á förum til Færeyja til nýrra starfa sem bíða hans þar. Óskar, segðu mér fyrst, hvers vegna lagðir þú leið þína til Ísrael? Ja, það nú fyrst að segja það að Bahai-trúin hefur átt heimsmiðstöð í Haifa í Ísrael, stjórnarfarslega og trúarlega, síðan 1868 þegar að Baha'u'llah, opinberandi trúarinnar, var fluttur sem fangi til Akka, sem þá var hluti af Tyrkjaveldi. Nú síðan að Ísraelsríki var stofnað þá þessi borg rétt sunnan við landamæri Líbanon og skammt frá henni í Batsji grafreitur Baha'u'llah opinberandans og í kringum helgistæði okkar í Ísrael þá eru mjög fagri garðar sem eru mjög þekktir ferðamannastæðir. Þeir eru taldir með þeim vinsælustu á þessu svæði, 3 vinsælustu ferðamannastöðunum, og til þess að þessi garðar geti verið fallegir þá þurfum við að hafa mikið af fólki til þess að annast á og halda þeim við. Þetta vita allir sem hafa stundað garðyrkju. Og í hverju fólst þitt starf? Já, starf mitt fólst í því að mestu leyti. Ég fór þarna sem garðyrkjumaður til 6 mánaða og þetta var sem sagt, hvað það kallað, ég fekk ekki nein laun nema svona dagpenninga. Starf mitt fólst í því að gera alla hluti sem þarf að gera í görðum. Það að reita arfa og gera ýmislegt skemmtilegt. Og meðal annars að snyrta pálmatré sem var mjög erfitt starf hérna í grafreitnum okkar. Ég var fyrstu vikuna í því og það var hörku skemmtilegt með þetta að fara þarna upp í 12-15 metra hæð. Þú segir að þetta sé einhverjir fallegustu staðir í Austurlöndum nær. Getur lýst þeim nánar fyrir okkur? Já, garðarnir voru skipulagðir af Shoghi Effendi sem var vörður trúarinnar og þeir eru byggðir yfirleitt út frá miðpunkti. Hann mjög góður skipuleggjandi og þeir samanstanda af svona rósabeðum náttúrulega og grasi, en það voru menn hann búin að spá því að það var ekki hægt að rækta fallegt gras þarna, en honum tókst þetta. Og síðan eru tré þarna, sæbrustré eða tíbrustré eins og það heitir á íslensku, og falleg blómabeð, og síðan eru minnisvarðar og grafreitir hann í görðunum og það kallað minnisvarðagarðurinn. Nú veit ég að þú ert mikill tónlistaráhugamaður og við ætlum að heyra nokkur lög í þessum þætti, lög sem þú hefur samið texta við.
Fékkstu tækifæri til að stunda eitthvað tónlist meðan þú varst þarna í Haifa? Já, það stór hluti af lífinu þarna hjá Bahæjónum, það tónlistariðkun og það eru haldin þarna svona skemmtikvöld og dýfkanir líka og þá tónlistin líka notuð og svo eru svona heimboð og þetta svona bara eins og hjá öllum öðrum, tónlistin notuð til þess að skemmta sér. En þetta lag sem við ætlum að leika næst, það heitir Heimur ástar og þetta þýtt úr þýsku. En það var hljómsveit sem heitir Dawnbreakers sem spilaði þetta uppalega og sá sem þýddi þetta mestu, hann heitir Guðmundur Steinn Guðmundsson og býr í Hafnarfirði og góður vinur minn. En Þöll Friðriksdóttir syngur þetta lag. Og hvað fjallar textinu? Textin fjallar þann möguleika sem einingu mannkyns og við Bahæjar trúum því að hún komist á hvort sem menn í rauninni streitast á móti eða ekki. Ef þeir streitast mikið á móti þá tekur það lengri tíma eins og það liggur í hlutarins eðli. En þið trúið því staðfastlega að það muni komast á? Já, við trúum því að það muni komast á hvort sem við viljum eða ekki í rauninni. Heimur ástar, heimur skilnings, heimur sameinaður alheimsbræðra lag stofnað, svo að friður ríki hér. Jörðin verður heima haginn og mannkynið ein þjóð, þetta allt og margt meir, það vitna okkar ljóð. Þetta allt og margt meir, það vitna okkar ljóð. Í sönnum hjúskap karls og konu eilíft kærleiksmál. Þau börnum sínum sinna af líkama og sál. Þroska þeirra allra vitna verkin góð. Þetta allt og margt meir, það vitna okkar ljóð. Þetta allt og margt meir, það vitna okkar ljóð. Litrík flóra skríðir grundir, hún einum garði grær. Öll svo líta fegur tindrar sem lindin sýfur tær. Í dagrenningu sólar geislar streyma fram sem flóð. Þetta allt og margt meir, það vitna okkar ljóð. Þetta allt og margt meir, það vitna okkar ljóð. Það var Þöll Friðriksdóttir sem söng fyrir okkur lagið Heimur ástar og Óskar Guðnason lék undir á gítar. Þið eruð að hlusta á þáttinn Nýi tíminn og þetta útvarp Rót og hér hjá mér Óskar Guðnason, Bahæi, sem hefur unnið við heimsmiðstöð trúarinnar í Ísrael, en hann hefur einnig lagt leið sína til Indlands. Hvers vegna fórstu þangað, Óskar? Ég fór til að vera við vígslu musteris Bahæja sem tileinkað Asíu hlutanum. Og getur lýst þessu musteri fyrir hlustendum? Já, þetta musteri það mjög fagurt og það arkitekta undur eins og þeir kalla það víða hjá arkitektum í heiminum og það hefur nú þegar hlotið viðurkenningu hjá virtasta arkitekta tímariti Bandaríkjanna. Hvað svona sérstakt við þetta musteri? Það byggt með lótusblómi sem fyrirmynd og síðan það eru 9 hliðar á musterinu sem
það er táknrænt fyrir 9 helstu trúarbrögð mannkynsins sem að Baha'íar viðurkenna öll sem slík og það eru sem sagt 9 anddyri á musterinu og 9 svona litlar tjarnir í kringu það og í þessum tjörnum eru litlir spísar sem að sprauta vatninu upp í loftið og það sprauta sem sagt vatninu á þeirri hlið þar sem að vindurinn kemur inn þannig að það nýtist sem kæling fyrir musteriskhvelfinguna og þetta þykir mjög snjallt. Og hvað fyrir fram í þessum musterum? Í musterunum fer fram tilbeiðsla og er öllum trúarbrögðum heimilt eða öllum mönnum heimilt að koma og biðjast þar fyrir. Síðan ef er ákveðið að hafa einhvers konar samkomur eða ávíkjandi kallaða samkomur, þá er það skipulagt sérstaklega. Við erum ekki með neina sérstakar seremoníur við tilbeiðsluna eða hvað við erum að kalla það. Þú nefnir þarna orðið tilbeiðsla. Í hverju felst þá bænalíf hins almenna Baha'ía? Bænalíf Baha'ía er ætlað að vera sem næring fyrir sálina. Okkur er kennt það að sem sagt, sálinn þurfi næringu eins og líkaminn og við vitum það öll hvað það er mikið lagt upp úr því að menn borði rétta fæðu og fái öll þessi næringarefni og þetta er heilmikið fjör í kringu þetta núna á Vesturlöndum en sem sagt að okkur finnst sem sagt að andlega hliðin vera vanrækt og til þess að hún fái sína næringu þá teljum við að bænin sé nauðsynleg og lestur ritninganna. Í þessu tilfelli erum við að tala um Baha'i ritningarnar og síðan að notfæra sér hugleiðslu sem er ævagamalt form af til sálaræktar. En svo við snúum okkur aftur að vígslumusterinsins. Geturðu sagt mér svolítið frá þessari athöfn? Þetta var mjög merkileg athöfn og þarna komið í allt rúmlega 10.000 manns. Það voru 3 vígslur sama daginn og einn daginn eftir sérstaklega fyrir börnin. Við erum að reyna að vera góð við börnin okkar. Það er hluti af trúnni að leggja rækt við fjölskyldulífið. Og við þessar vígslur var sem sagt lesið úr ritningum flestra trúarbragða sem við þekkjum, þar á meðal kristninni. Síðan voru 3 kórar sem að sungu á milli atriða. Og einn þeirra var enskur, annar frá Íran og sá þriðji var indverskur sem söng á hindi. Og sungu þeir allir saman eitt lag og þykir þetta samstarf vera mjög merkilegt. Og þú ætlar kannski að leyfa okkur að heyra eitthvað af þessum söng? Já, við erum hérna með spólu frá þessari vígslu og upptakar er nú kannski ekkert í fyrsta flotti en þetta gefur okkur svona smá hugmyndum hvað var að gerast. Enski kórinn var svona sem nokkurs konar bakkór þarna fyrir indverska kórinn sem syngur aðal röddina. En hvað gerðir þú þarna? Tókst þú þátt í þessum söng kannski? Já, ég var svo heppinn að það vantaði mikið söngfólk og ég fekk að vera með þarna svona sem hluti af þessu og það var alveg stórkostleg reynsla, alveg stórkostleg.
तुझको ही अर्पित है सभी कार्य जो चाहे तू ऐसा कर दे तू ऐसा कर दे पथदर्शक मेरा है तू आश्रय दाता है अपना मैं व्यथित होकर शोक मग्न रहूंगा मन को सदा आनंद में रघुवर में रखूंगा अब से है परमात्मन चिंता की ज्वाला से मैं नहीं रहूंगा स्वयं को विपदा से कष्ट न होने दूंगा मन न लगाऊंगा मैं अशुभ अमंगलमय विषयों में मुझसे अधिक तू मुझ पर दयामय है तुझको समर्पण है अस्तित्व तुझको समर्पण है अस्तित्व तुझको समर्पण है अस्तित्व तुझको समर्पण है अस्तित्व तुझको समर्पण है Þetta var indverski kórinn sem söng við vígslu Bahai musterisins á Indlandi. Óskar Guðnason er gestur þáttarins að þessu sinni og Óskar, þú varst að segja okkur áðan frá heimsóttinni til Indlands þar sem þú tókst meðal annars þátt í að syngja við vígslu musterisins. Kannski ekki alveg rétt hjá mér að segja að þetta hafi eingöngu verið indversku kór því að það voru þarna margir kórar saman, var það ekki þannig? Jú, sá enski hann söng hana með, enski kórinn. Og þú varst í honum? Já, ég söng með þeim. Það hefði ekki gengið að syngja hann á íslensku náttúrulega. Já, ég reyndi það nú ekki neitt. Nei. En mér langar til að vita þitt viðhorf til tónlistar. Já, mér finnst ákaflega gaman að tónlist og ég spila svolítið á gítar en ég hef nú ekki svona verið, ég er svona mest sjálfmenntaður og hætti þessum í rauninni mörg ár en er svona aðeins að reyna að taka upp þráðinn aftur núna. En hefur það haft einhver áhrif á því að þú ert Bahai? Það hefur vissulega haft áhrif á mig því að tónlist í Bahai trúni þá er tónlistin túlkuð eða Bahá'u'lláh opinberandi Bahai trúarinnar. Hann sagði að tónlistin væri eins og stigi fyrir sálina til að komast í æðra ástand, komast sem sagt nær Guði. Gætirðu lýst í aðeins nánar fyrir okkur hvernig Bahaiar nýta sér tónlist, til dæmis við útbreiðslu trúarinnar? Það sem við gerum er að reyna að vanda textana, sníða textana að þeim málum sem eru grundvallar atriði í trúnni. Það er til dæmis eins og eining mannkyns, fjölskyldulíf, jafnrétti kynjanna og sjálfstæð leita sannleikanum sem að mér finnst skipta mjög miklu máli. Látið ykkur nægja að þýða texta yfir á íslensku eða semjið eitthvað sjálf? Það má eiginlega segja að við höfum gert bæði. Það sem að gerist venjulega þegar við förum út í það að vinna þessa texta er það að við rekumst á að það verður ekki gott íslenskt mál ef maður þýðir það beint. Þannig að við förum oft út í það að reyna að breyta þeim og nota eins fallegt íslenskt mál og við mögulega getum. Ég veit að það er annað sem þér er mjög hjartfólkið og það eru börnin. Hefur þú einhverja hugmynd hvernig hægt er að kenna börnum tónlist? Það er náttúrulega ekkert vafamál bara með því að leyfa þeim að heyra tónlist og taka þátt í tónlist. Þá læra þau tónlist. Það eru mjög
næm fyrir tónlist börn yfirleitt. Hefurðu gert einhverju tilraunir að hafa áhrif á börn? Það tónlistu verðar? Já, ég hef verið að reyna að virkja börni til að syngja með mér. Eða aðalega að syngja fyrir mér, því að ég vil nú helst ekki vera svona taka ómikið þátt í því. Söngnum hjá þeim. Þau standa sig alveg mjög vel bara einn. Og ég var aðstoðarkennari í skólanum hjá Bahæjum sem var helgarskóli. Og þá sá ég sönginn og spilamennskunar. Já. Ertu kannski með lag sem við fáum að heyra? Fáum að heyra í eitthvað af þessum börnum? Já, það er ein ung stúlka sem heitir Sara Guðmundsdóttir. Hún hefur verið sungið með Öldutúns skólakórnum og þykir mjög efnileg og hún var svo góð að koma með mér og taka upp eitt lag. Það heitir Viltu gefa hjartað? Og hvað fjallar það? Það fjallar það sem við þurfum að gera til þess að ná andlegum þroska og við þurfum að hætta sjálfsæskunni og reyna að þjóna trúnni og það kemur svolítið inn á það líka efnislegu gæðin að þó að þau séu vissulega mjög nauðsynlegu þáttur af líf okkar að láta þau ekki komast upp á milli okkar og Guðs. Og lagið segir einmitt að gefa efnislega gæði fyrir Guða því að staðreyndin er nú sú að þegar maður gerir þetta þá fær maður þetta allt aftur og fær í rauninni allt sem maður þarf. Og áttu þá við að Bahæjar eigi að fórna öllu fyrir málstæðin í lífinu? Það eru margir Bahæjar sem að gera það, að fórna lífinu fyrir málstæðin og eru að gera það í dag í Íran. Þeir vilja ekki afneita trúnni sem að hafi gerst að þeim er lofað lífinu ef þeir afneita trúnni, en þeir hafa ekki viljað gera það. Viltu gefa hjartað, Pála? Viltu gefa hjartað, Pála? Viltu vera brennandi eldur, lifandi fljót, gefa hjartað, Pála? Ég vil gefa hjartað, Pála. Ég vil gefa hjartað, Pála. Ég vil vera brennandi eldur, lifandi fljót, gefa hjartað, Pála. Viltu gefa líf þitt, Pála? Viltu gefa líf þitt, Pála? Viltu gefa efnisleg gæði, jafnast skal frá, gefa líf þitt, Pála? Ég vil gefa líf mitt, Pála. Ég vil gefa líf mitt, Pála. Ég vil gefa efnisleg gæði, jafnast skal frá allt lífið, Pála. Viltu kenna málstað, Pála? Viltu kenna málstað, Pála? Viltu kenna með bræðrum þínum, stelpum og strákum, kenna málstað,
Þú ert að hlusta á útvarp Rót og þetta þátturinn Nýi tíminn. Óskar Guðnason gestur þáttarins. Hann var að segja okkur frá skoðunum sínum varðandi tónlist. Óskar, þú ert núna að fara til Færeyja. Hver tilgangurinn með þeirri ferð? Ég fer til Færeyja til þess að mynda svæðisráð í Færeyjum. Svæðisráð, hvað það? Þegar að nýju bahæjar eru samankomnir í einhverju byggðarsvæði, það sama hvar það þá geta þeir mynda svæðisráð sem má eiginlega kalla lægsta form stjórnunar í bahæj samfélaginu. Nú fer tíminn að styttast hjá okkur. Þú ætlaðir að kynna eitt lag að lokum. Já, það eitt annað lag frá Seyðisfjarðareyjum sem við settum texta við og hún Sara ætlar að syngja það fyrir okkur líka og lagið kallum við núna Við syngjum. Einn látlausan laugardag, ég leiður í skapi var. Þá heyrði ég hjartnæmt lag sem hljómaði líft og svar. Við syngjum, við syngjum, við syngjum nýjan söng. Við gleðjumst, við gleðjumst, við gleðjumst dagurinn löng. Það sagði mér sögumann sem heiminum færði frið. Við byggjum á boðskap hans, boðar oss nýjan sið. Við syngjum, við syngjum, við syngjum nýjan söng. Við gleðjumst, við gleðjumst, við gleðjumst dagurinn löng. Öll veröldin veit það brátt, við verðum öll sem eitt. Við metum sem þann mátt sem mannkyni getur breytt. Við syngjum, við syngjum, við syngjum nýjan söng. Við gleðjumst, við gleðjumst, við gleðjumst dagurinn löng. Við syngjum, við syngjum, við syngjum nýjan söng. Við gleðjumst, við gleðjumst, við gleðjumst dagurinn löng. Þetta var Sara Hlín Guðmundsdóttir, 9 ára bahæj stúlka úr Hafnarfirði sem söng og það var Óskar Guðnason sem lék undir á gítar. Nú, þátturinn verður þá ekki lengri að þessu sinni en við verðum á öldum ljósvakans næsta sunnudagskvöld klukkan 10:30 kvöldið og ég vil þakka Óskari Guðnasyni fyrir komuna og hveð ykkur hlustundur góðir.